Jæja, gott fólk, velkomin í Gamesýruna á mánudagskvöldið 11. maí. Ég ætla að fara hérna aðeins yfir ákveðna hluti með ykkur. Ég var næstuð ekki búin að stíga hérna í kofan í kvöld. Ég satt að segja þreyttur, úrvinda, smá svona UFO þvinga í kallinum eftir helgina. Enda engin smá átök einhvern veginn að ná utanum það sem er búið að vera í gangi og ná utanum auðvitað, hvað ég að segja, hugmyndir sínar og annar hvað er að fara að gerast og maður bindur auðvitað vonir við það að þessi málaflokkur einhvern veginn verði upplýstur og uppljóstraður. En hér ég, því að ég þarf aðeins að kjarna þetta niður. Þetta var stórt skref hérna á föstudaginn, eins og ég sagði á bylgjunni í morgun, og kudos fyrir Heimi og Lilju Katrín fyrir að falast eftir þessari umfjöllun í meginströmmnum. En það sem ég ætla að reyna að gunna hérna niður á okkur núna, nú ætla ég að gunna niður á ykkur það sem að ég held í alvörunni að sé að fara að gerast. Sko, seinna í þessari viku, mögulega föstudaginn, þá kemur nýtt dropp á war.gov inn á þennan UFO dálk sem er komin hérna headerinn sem sagt á forsíðu stríðsmálaráðuneytisins í Bandaríkjunum. Það eftir að koma sem sagt fleiri gögn, mögulega eitthvað af PDF-fælum og ljósmyndum, gömul mál í bland við ný, og þá erum við að tala sem sagt eitthvað af þessum 46 tilteknu skýrslum sem að Anna Paulina Luna og hennar teymi eru búin að óska eftir. Þetta eiga að vera kristalskýrar myndir og meðal annars ljósmynd, eða sem sagt myndband í 4K skýrleika, ekki veit ég hvernig, en tekin neðansjávar, sem sagt stór hlutur á hreyfingu í kringum eitthvað kafbát og kafbáturinn með einhverju móti ræðst á hann eða skýtur á hann einhverju tundudubli. Einhvern veginn á ég eftir að sjá það, hvernig það lítur út, og það er varla að ég geti séð það fyrir mér. En til þess að kjarna þetta niður, við erum að fara að fá núna sem sagt fleiri skjöl og mögulega eitthvað meira bitastætt en það sem við fengum síðasta föstudag. En það má samt ekki gera auðvitað lítið úr þessu, því að ég held að þetta sé skref, og ég ætla ekki að segja í rétta átt, því þar er ég komin í skilgreiningar á hvað er raunverulega að gerast, en þetta er skref í einhverri átt. Það er uppljóstrun að fara í gang, og þegar ég meina uppljóstrun þá er ég að tala að það kemur að því að okkur verður tilkynnt, sko, við fáum staðfestingu á raunveruleika þessa málaflokks. Þá er ég að tala crash retrieval, ég er að tala reverse engineering og ég er að tala tilvist. Þeir munu kynna það sem ójarneskar verur, en á mínum mati eru þær einungis ómennskar, ekkit endilega ójarneskar. En þar til að þetta disclosure kemur til með að eiga sér stað, og gaman að segja frá því, David Grush talar þessi hluti gerast hratt núna næstu 60 til 90 daga, og við erum að tala disclosure mjög líklega einhvern tímann í sumar. Við höfum eftir að fá fleiri svona skjaladropp núna næstu vikurnar, þannig að þetta mun sem sagt safnast upp og halda okkur uppteknum og fylla meginstrauminn auðvitað af alls konar skrýtnum vangaveltum og fréttum. Það er verið að destigmatisa málaflokkinn, það er verið að koma þessu inn í mainstream til þess að undirbúa okkur sem samfélag, ekki bara áhlattana, heldur bara fólkið, bara okkur í heild sinni, það er verið að undirbúa okkur fyrir disclosure sem verður. Þetta er sko arkitekta hannað. Við horfum á Age of Disclosure eftir Dan Farah koma fram
Hún kom út, svo heimildamynd. Hún var framleitt sko, með leyfi djúpríkis og undir handleiðslu og út frá leiðbeiningum djúpríkis í þeim tilgangi að sá fræjum og kynna fyrir okkur nýjan veruleika. Svo kikkar Hollywood inn. Hvað er Steven Spielberg að koma með hérna 12. júní? Hann er að koma með sína kvikmynd Disclosure Day. Það spá í þessu? Og ég veit að þessi mynd sé að koma, þetta er ekkert eitthvað nýtt á nálinni, en spáiði í tímasetningunni á þessu öllu saman. Og við skulum ekki halda það í 1 mínútu að ríkisstjórn einhvers stórríkis sé með hag hins almenna borgara í huga hvað verðar gegnsæi og traust og mannréttindi og svo framvegis. Það er ekki það sem er að fara að gerast. Það verður stórum kafla haldið aftur. Eðlilega, við erum þarna með einstaklinga, hópa, fyrirtæki, ríkisstofnanir sem eru búin að vera skjóta undan peningum í áratugi í þessi reverse og back engineering program og við erum ekkert að tala um einhverja smá upphæðir. Við erum að tala um sko, þetta, ég veit ekki einu sinni hvað $1 trillion er mikið. Þetta er eitthvað svona milljarða eða eitthvað álíka. Þið geti kannski correct me if I'm wrong. Þið geti komið með þetta í comments þarna undir. En þannig að sko, og það er ekkert við erum ekkert að fara að uppljóstra þessum mönnum með þessum prógramum og gefa þessum mönnum eitthvað ákveðið amnesty. Þetta stangast af stjórnarskrá. Við erum að tala um að forsetar, þeir hafa verið haldnir out of the loop. Forsetar eða forseti mögulega drepinn, tekin af lífi í tengslum við þennan málaflokk og þá er ég að tala um John F. Kennedy og hvernig hann 10 dögum áður náði samkomulagi við rússneska erindreka í gegnum einhverja back-channela þar sem þeir ætluðu að fara að deila upplýsingum í rauninni geiminn og UFOs í þeim tilgangi að binda enda á hið kalda stríð og að binda enda á kalda stríð var ekki plan djúpríkisins sem Werner von Braun lýsti þegar hann talaði við Carol Rosen, aðstofakonu sína, þar sem hann sagði að aðgerðaráætlunin var þrískipt og fyrsti hlutin af þessari þrískiptu aðgerðaráætlun sneri einmitt að því að skapa langvarandi stríð við björnin í austri eða hið kalda stríð og Kennedy var ekkert að fara að enda það neitt. Maður var bara tekin út. Þetta eru dularfullir tímar og ég bíð bara óþreyjufullur, spenntur í bland við kannski smá kvíða. Ég finna að ég er þreyttur, tögkerfið mitt, ég sit ekki vel í mér þessa dagana, ég er útkeyrður. Þessi vinna sem ég er að vinna í þessu grúski öllu saman, auðvitað hvað var þetta hlaðvarp, þessi bókaskrif, þetta er 100% vinna sem að ég á í öðru enskumælandi landi væri að fá það mikið greitt fyrir að ég geti mjög líklega lifað að því og lifað vel af því, en svo er ekki staðan þar sem við erum hérna á Íslandi og ég hef eflaust að tala inn í mjög fámennan bergmálshelli. Það gerir það verkum að ég þarf að vinna dagvinnu 9 tíma á dag í bland við fjölskyldulíf og önnur áhugamál. Þannig að ég verða að viðurkenna á þess að ég vilji fara hérna eitthvað inn á einhverja persónulega nótur. Ég er þreyttur. Og já, maður þarf að passa upp á sig í þessu. En þetta er staðan. Anna Paulína Luna er búin að vera í viðtölum í dag. Eric Burleson er búin að vera í viðtölum í dag og þau segja það sama. Það er uppljóstrun á leiðinni, fleiri skjöl og gögn á leiðinni og það eina sem við getum gert er að bíða og fylgjast spennt með. En ekki vera með of miklar væntingar og ekki
passið ykkur að draga ekki ályktanir og þarna því að þetta eflaust og mjög líklega ekki eins og narratífan kynnt fyrir okkur. Því miður. Það bara þannig. Call me a skeptic. Herraskurnar, ég ætla að láta þetta nægja endilega ef þið getið stutt við baki á mér. Ég ekki að leita af fjárhagslegri ölmusu. Ég að biðja ykkur að followa, subscriba, deila. Það væri rosalega, ég væri þakkláttur ef þið myndi gera það. Ég sem sagt á YouTube undir þvottahúsið Gamesýra, TikTok, UFO, Gamesýran og svo það þvottahúsið á Instagram eða followið mig á Instagram og Facebook undir Gunnar Dan. Kaupi bókina UFO 101, ég geti keypt hana áritað af mér eða viljið eða bara vappað ykkur í Eymundsson á Skólavörðustígnum og keypt hana þar og kláriði hana áður en að UFO 202 kemur út núna í lok sumars. Sannleikurinn ofar narratífinni, ég elska ykkur, einn og samin líkaminn, ein ást, einu uppljóstrun og það uppljóstrun fólksins. Þar til næst.